Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Oddný Eir og til minni komin Herdís Storgård sem hjúkrunarfræðingur og brautryðjandi í öryggismálum barna og eiginlega vertu velkomin. Þakka þér kærlega fyrir. Takk fyrir að koma og deila með okkur svona þinni reynslu og sýn. Maður hefur nú alltaf tekið eftir þínum skrifum og þinni innkomu og svo fekk ég svona persónulegan ávæning af þinni reynslu þegar að ég þurfti sem foreldri að vera pæli í því hvort að sem sagt, það var svona grátt svæði stundum á milli borgarinnar og skólayfirvalda og svona öryggismál og þá fattar maður að það eru kannski ekki margir sem eru alltaf með hagsmuni barnsins í fyrirrúmi. Einmitt. Og þú varst að vinna, er það ekki hjá stofnun sem heitir Slysavarnir barna? Þetta byrjaði allt saman 1991 og ég náttúrulega mikið menntaður bráðahjúkrunarfræðingur og svæfingahjúkrunarfræðingur og kennari. Þannig að þetta var kannski ekki alveg það lífsstarf sem ég ætlaði í, en það er nú oft sem að góðir hlutir gerast óvart og það var akkurat í þessu tilfelli. Ég var að vinna á bráðamóttökunni og var deildastjóri þar þegar að var farið að spá í það var bara læknir sem var að koma heim úr sérnámi og hann hnaut það í tölfræðinni hvað það væri óskaplega mikið að slysum á börnum hérna. Hann fekk algjört áfall og hann fór með þetta inn í stjórnsýsluna og gamli landlæknir Ólafur Ólafsson heitinn, hann tók þessu mjög vel þegar hann kom til hans og það var síðan haft samband við Slysavarnafélag Íslands eins og það hét þá og þeir voru líka mjög áhugasamir þó að þeirra öryggismál snerust kannski meira að sjómönnum og vatni og það kom þarna styrkur frá ríkinu, það var Jóhanna Sigurðardóttir sem var félagsmálaráðherra sem að veitti þarna styrk sem sagt til þessa verkefnis og þannig byrjaði þetta og ég ætlaði nú ekki að taka þetta vegna þess að ég gerði þeim fullkomlega það ljóst að ég kynni ekkert í þessu málaflokki en einhvern veginn þá svona höfðu trú á mér og ýttu mér út í þetta og síðan fór ég að mennta mig í þessum geira. Og viðtökurnar voru stórkostlegar, vægast sagt. Ég ferðaðist allt landið, sem sagt bara á fyrstu 2 árunum, fór 2 hringi kringu landið og hélt fyrirlestur ykkur einasta litla stað og það hafði allir foreldrar eitthvað eða var einhver á fundinu sem hafði frá einhver að segja, hafði mist barn eða verið með barn sem hefði stórslasast eða barn sem var að eiga við varanlega áverka og þetta bara sýndi sig þarna hversu mikilvægt þetta var að fara og tala að það væri hægt að fyrirbyggja þetta. Og þetta vatt svo upp á sig því að fólk fór svo að hafa samband við mig og benda mér á alls konar hluti að eins og sundlaugunum þar væri ósyndir gamlingjar að vinna og fólk sem að gæti ekki beygt sér niður hvað þá heldur hoppað út í laugina til að bjarga einhverjum. Og ég fór þá svona að vinna mjög inn í kerfið og ýta á það og lærði náttúrulega alveg óskaplega mikið af því. Ég er mjög kappsöm manneskja þannig ég var nú kannski ekki 100% undirbúin alltaf þegar ég var að fara á stað. En þetta gekk stundum og stundum ekki og síðan, sem sagt 98, þá verður Ingibjörg Pálmadóttir, heilbrigðisráðherra, hún hafði skilning á þessu. Hún er alltaf hjúkrunarfræðingur og hún breytti fyrirkomulaginu, sem sagt verkefnið fór þá undir ríkið og varð eitt af þessum forvarnaverkefnum eins og áfengis- og vímuvarnirnar og tóbaksvendin og manneldið og allt það. Og þetta voru gull árin því að þarna var ég komin með þann pondus að ég var orðin opinber starfsmaður og gat kalla til fólk sagt, og það þurfti að hlusta á mig í ráðuneytunum og í stofnununum að því þarna var ég komið með þetta hlutverk að reyna að fækka slysum á börnum og þarna bara sáum við það hvað allt gekk miklu betur og í kringum 2000 þá gerðum við könnun aftur á tíðni drukknana meðal barna
sem hafði verið svo hæðsta í hinum vestræna heimi þegar að fyrri könnunin var gerð 1992. Og þarna sáum við að það var sem sagt að þeim hafði fækkað 65% og þeim hefur fækkað meira síðan því að það hefur bara ekki barn drukknað á Íslandi í fjöldamörg ár en þarna 1991 í þeirri rannsókn sem var gerð 10 ár aftur í tíman þá vorum við að sjá 3-4 mestalagi 6 barn á ári að drukkna hérna. Já. Þannig að þetta var mjög gott en þetta varði nú því miður skamt því að síðan verða breytingar í stjórnsýslunni og lýðheilsustöð opnar og þar sem sagt áttu verkefnin ekki lengur að vera svona sjálfstæð verkefni sem heyrðu undir ráðuneytið heldur áttu þau að fara undir þessa stofnun og það eiginlega eyðilagðist allt svona forvarnarstarf sem að var mjög gott þar sem að við sem vorum að vinna þetta vorum í tengslum við fólki í landinu og sem sagt vorum alltaf að fræða og þetta þannig að þarna sem sagt verður svo mikið breyting á að þarna var ekki meiningin að við ættum að vera að fara út heldur ættum að vera þarna sem ráðgjafar og það er nú bara þannig að svona orusta hún er háð á vígvellinum þú verður að vera úti að fræða fólk og vera að skipta þér af og benda á stöðugt þannig að þetta eiginlega svona svolítið eyðilagði verkefnið. Ég fer svo síðan í burtu að því að verkefni var eiginlega bara hálfpartinn lagt niður 2006 og ég er svo heppin að ég er búin að vera atvinnulaus í 2 tíma þegar ég fæ hringingu frá tryggingafélaginu Sjóvá en þar voru menn mjög stórhuga vegna þess að þeir höfðu til margra ára verið að kenna ungum ökumönnum eða krökkum sem voru að fara að taka bílpróf leikni svona ráða við ýmsa hluti sem að eins og hálkukeyrslu og annað sem að var ekki gert kannski beint í ökunáminu og þeir voru búin að taka þarna á leigu sem sagt gömlu prentsmiðju Morgunblaðsins sem var við hliðina á þeim og voru búin að kaupa mikið af græjum eins og veltibílinn sem að margir þekkja bara alls konar búnað sem að var nauðsynlegur eða er nauðsynlegur því að krakkar eru svo vanir aktivitetum og tölvum það að einhver eldri maður standi og lesi yfir þeim út frá einhverjum glærum það bara er ekki að ganga þannig að þetta var mjög metnaðarfullt starf og ég sem sagt er ráðin þarna til að reka þetta hús og gat þá í fyrsta skipti látið drauminn rætast að innrétta hluta af húsinu undir fræðslu fyrir foreldra. Af því að ég var búin að kenna í svo mörg ár og mér langaði til þess að útbúa sem sagt aðra aðferð, ekki að vera að lesa yfir fólki með glærum, heldur að skapa svona umhverfi þar sem að þetta yrði meira samtal heldur en að verða að segja fólki hvað það á að gera. Og þarna sem sagt er opnað fyrsta svona heimilisforvarnahúsið. Þetta er bara innréttað eins og íbúð með húsgögnum og öllu þannig að þannig að maður staðið og talað hættuna við eldavélina eða hvað það nú var sem að gerir þessa kennslu mjög skemmtilega. Og þetta gekk mjög vel og ég var í góðu samstarfi við heilsugæsluna og heilsugæslan sem sagt afhendi foreldrum boðsbréf og þeir komu. Svo kemur hrun. Þá er ég aftur atvinnulaus þannig að þetta var bara mjög mikið ströggl og ég reyndi eins vel og ég gat að halda húsinu opnu áfram og mér tókst það en án þess að ég sjálf fengi laun. Þannig að ég sem sagt hef húsið, hef það enn og er enn að kenna sem sagt foreldrum í sjálfboðalið starfi og í samvinnu við heilsugæsluna og ég er núna sem sagt staðsett í Hátúni 12 og er með alveg svakalega gott húsnæði þar og þessi námskeið eru ætluð fyrst og fremst verðandi foreldrum þar sem við verðum að fara yfir mikla nýjungar eins og í svefnöryggi barna og bara allt í kringum heimilið og bara frekar að hvetja fólk heldur en að letja það sem sagt að svona styðja við foreldrana og ég segi þeim líka þegar þeir áður en þeir fara heim að ef að þeir hafa einhverja spurningar eða eitthvað sem ég get aðstofið við að hafa samband við mig og ég held
þeir kunni mjög mikið að meta þetta af því að stundum það svo margt sem þeir þurfa að huga að allavega vita að þarna einhver sem þeir geta leita til og Já, það hefur verið mjög vel af þessum námskeiðum látið, hef ég heyrt. Já, gott að heyra það. Það náttúrulega einstaka manneskjur sem eru hrættar við að fara vegna þess að það eru hrættar við að verða hrættar, sem sagt verða ofhrættar og raunverulega búa þá til meiri hættu eitthvað svoleiðis. Já. Stundum hefur manni fundist það vera svolítið íslenskt element að það er það. Mega eiginlega ekki verða of upplýstur því upplýsingin einhvern veginn í sjálfu sér skapi vandan eitthvað svoleiðis. Já, þetta er rétt. En þetta er að breytast svolítið mikið með ungri kynslóðinni. Og ég tek það alltaf fram að ég er að fræða þau en ekki hræða þau og þó eitthvað hljómi illa þá þurfum maður ekki að vera hræddur því að ég er að segja þeim að þetta sé það sem að sé öruggast að gera og sinna barninu og þetta byggja á rannsóknum, ekki einhverju sem mér finnst og þetta byggir á margra ára rannsóknum og þetta er mjög skemmtilegt, þetta er mjög gefandi og þessi námskeið eru alltaf full og nú er ég semst að vinna í því að það er náttúrulega mismunun því að þetta er fólk á höfuðborgarsvæðinu sem getur sótt þetta og ég er núna búin að vera að reyna í marga mánuði, ég er búin að leita til fullt af fyrirtækjum og aðila sveitafélaga og er að reyna að safna núna til þess að geta gert myndband sem að er bara tekið beint upp í húsinu þar sem að allt er sýnt það sama og foreldrarnir eru að sjá og þetta hefur gengið alveg óskaplega brösulega að fá fjárveitingu í að gera þetta því að þá ætlaði ég að setja upp námskeið fyrir foreldra á landsbyggðinni. Ég ætla ekki að hafa myndbandi bara aðgengilegt þannig að maður geti hort á það. Það er ekki nógu gott. Það er betra svona að bara stofna til fundar 1,5 tími að því kennslan er 90 mínútur og keyra myndbandi í gegn og síðan að spjalla við fóldrana. Það er svo mikilvægt. Að því einmitt eins og það sem þú varst að segja að þeir sé ekki hræddir, að þeir viti, þú veist, þeir heyri eitthvað. Nei, ef þú gerir þetta svona þá verður þetta allt í lagi. Þannig að eins og ég segi og mér vantar ennþá smá pening til þess að geta gert þetta. En er ekki svolítið sérstakt að svona mikilvægur málaflokkur og eins og segir þú vísar náttúrulega gull aldarinnar þar sem að dánartíðinni barna í sundlögum lækkaðum 65%, það var engin smávegis árangur og sjálf væri hægt að mæla meiri árangur beinan af þínu starfi á þessum gullaldar árum og þetta virðist vera þá undir svolítið tilviljunarkennt. Þessi ráðherra og hinn ráðherran hefur skilning á því en þetta næri ekki að verða þessar boðleiðir sem þú og þið búið til fyrir þekkinguna með því að fara líka út á land og vera á staðnum gegnum samræðuna. Þetta næri ekki að fara inn í neina stofnun. Nei, og bara eitt til viðbóta varðandi þetta því að það sem var líka markmið mitt með þessu myndbandi, það var að hafa það á ensku. Það náttúrulega skilja ekki allir útlendingar sem búa hérna ensku en megin parturinn skilur enskuna. Að minnstakosti þá að hafa í boði námskeið á ensku. Það er ekkert sem stendur fólk geti boða og eins og ég segi þannig að þessi hópur hann er að verða mjög útundan. Og það þarf virkilega að kynna betur sem sagt fyrir fólki. Ég er sjálf búin að vinna mikið í útlandum og unnið í Austur-Evrópu líka. Þannig að bakgrunnu fólks er svo misjafnt og stundum heyri ég svona leiðindar komment eins og það er nú bara með þetta fólk hérna, það getur ekki fest börnin sín í bílana, hvurslags er þetta eiginlega? Svo ég segi, byrju fyrirgefðu, hefurðu áttað á því hvaðan manneskjan er að koma? Það er ekki einu sinni bílbeltaskylda fyrir fullorðið fólki í þessu landi. Af hverju heldur þá að viðkomandi vita hann eða festa barnið sitt? Þú veist, þetta er svolítið svona... Og tók nú okkur langa tíma er það ekki að ná því að festa okkur? Jú, með alveg endalausri fræðslu og er verið að fræða enn. Þannig að stundum þarf þeir sem eru í samskiptum við foreldra að þeir þurfa svolítið að kynna sér bakland fólks og kannski nálgast að öðruvísi heldur en þeir myndu nálgast þig og mig að því við vitum ef okkur er sagt að því við erum sjálf búin að vera í öryggisbúnað ekki reynda ég sem barn en komandi kynslóður og eftir mér þannig að þetta er svona og þetta vonandi tekst að ég geti gert þetta því að þá verður hægt að sem sagt benda fólki á að þetta námskeið sé til staðar á allavega einu tungumáli.
Hvernig stendur á því samt? Þetta ekki, sko, þetta pólitískt mál núna? Hljómar þetta svona eins og svona ótti við forræðishyggju að vera, skipta sér að því hvernig fólk umgengst börnin sín sem á að vera eitthvað sjálflært? Ég veit ekki hvort þetta pólitískt. Ég búin að tala við, sko, alla ráðherra sem hafa verið núna frá mismunandi flokkum. Ég nú ekki fann að tala við nýja ríkisstjórn. Ég ætlaði nú aðeins að leyfina að anda inn áður hún andar út aftur. En ég get bara tilkynnt hér með að ég á leiðinni. En sem sagt, ég veit það ekki. Ég held þetta sé bara, þetta sé einhver skammsýni. Slysavarnir eru erfiðar að því leiti til að þetta þú sérð ekki árangurinn fyrir eftir svo langan tíma og það sko máli mínu til bóta nýleg skýrsla sem að læknir gerði, hún kannski svona 4-5 ára gömul minni mig og þar verið að skoða sem sagt úr hverju látast börn á Íslandi og það ekki bara slys, það allt, það öll veikindi og allt bara sem að fyrir getur komið og ég las þennan kafla þarna slysavarnir, þar virkilega farið honi sauman á þessu og þar sést það svo greinilega hvenar slysavarnir barna byrja og hvenar drukknar þetta hverfa. Þannig að þetta gífulega gott gagn sem ég ætla að nota til þess að berja þau ofan í höfuði með. Hún svolítið þykka sér skýrsla þannig að kannski. Það allavega að hafa einhver áhrif. Já. En hvað það samt að ef þetta ekki óttið með forræðishyggju, núna segir að þetta kom einhver stofnun sem átti að vera einhver kynningarmiðstöð sem að fólk átti þá sjálft eins og og hvernig eigum að vita þessa einhvern veginn miðstöð og svoleiðis, þetta einhver svona má ekki segja þetta sé einhver nýfrálshyggju, þetta sé einhver þjónusta sem foreldrar eigi sjálfir að leita til? Ég held bara að menn ekki að setja sig inn í þetta og eins og ég segi, ég búin að tala við fulltar ráðherrum sem að þú veist eru þinkandi þannig að þeir trúa á forvarnir en það ekki og stundum velti ég því líka fyrir mér vegna þess að mikið af þessum einstaklingum búin að vera lengi í pólitík og ég geri mér alveg fullkomlega grein fyrir því að ég var ekkert vinsæl hérna á árum áður þegar ég var að koma og tala og vera mjög fylgin mér að ef þetta gekk ekki núna þá bara pantaði ég tíma aftur og eftir því sem ég eldist í starfinu og lærði meira að þá talaði ég mjög tæpitungulaust hlutina. Þú veist, ég hef ekki verið dónaleg en það bara þannig að félagsgreindin hún ekkert alltaf voðalega mikil hér og það má ekki segja eitthvað og gagnrýna þó það sé algjörlega fótur fyrir því. Þannig að ég veit það alveg að þú veist, það fullt af þessum aðilum sem kannski pirraðir yfir því en þetta snýst öryggi barna og þetta líka synd fyrir heilsugæsluna sem að á að vera að sinna þessu hlutverki hún hefur ekkert bakland þú veist, ég vann mjög þétt með heilsugæslunni og ég var endalaust að fræða hjúkrunarfræðingarna sem í fremstu línu að hitta alla nýbakaða foreldra, ljósmæðurnar og allt þetta. Nú enginn til staðar og það sem svo sorglegt í þessu öllu að ég bý yfir svo mikilli þekkingu að mér var tilkynnt það af stofnun sem að ég að vinna fyrir frílans af því að ég verða að vinna fyrir mér að ég væri einn af 200 helstu sérfræðingum heimsins í slysavörnum barna. Ég hefði bara ekki gert mig grein fyrir því sjálf. Og okkur fer fækkandi vegna þess að þetta ekki einstæmi á Íslandi. Það var farið á stað með lúðrablæstri upp úr 1980 sem sagt í það að hvetja löndin til þess að fara að huga að slysavörnum barna og bara slysavörnum almennt og það var farið á stað með miklum látum en núna ef þú bara horfir á löndin í kringum okkur þá voðalega lítið í gangi af því að með pólitíkusa þeir hoppa alltaf á það sem vinsælt, þú veist, nú það ég veit ekki nema það sé búið líka það var offituvandamál barna það var svona tísku fyrirbæri fyrir nokkrum árum og ég bara veit ekki hvað í gangi núna en þess að menn hoppa svolítið á þetta og þetta ekki góð hugsun því að það koma nýjir foreldrar á hverjum degi og hvað með þá? Hvernig þarf að fræða þá? Og tími heilsugæslu hjúkrunarfræðinga hann mjög naumur það búið að setja alveg óskaplega mikið yfir á heilsugæsluna hún á að redda öllu af því að heilbrigðiskerfið svo sem sagt
að sligast og það kannski einfaldast að benda bara fólki að fara á heimasíðuna og það eitt og sér bara ekki nóg. Við vitum það. Það þarf stundum að tala við mann og maður þarf að átta sig á því að já, ég þarf að kynna með þetta. En hvernig sérðu fyrir þér einhvers konar svona stofnun eða einhvers konar formgerð sem gæti tekið við þessari þekkingu af þér og sem sagt miðlaðinni þá, bara markvisst og reglulega? Ég sé það fyrir mér til þess að byrja með og þetta er ein tillaga sem við erum að undirbúa og fara með til nýs heilbrigðisráðherra og það er að til að byrja með að þá myndum við sem sagt kannski óska eftir því að það kæmi fé til þess að greiða mér laun þar sem að ég gæti haft að hlutverk að vera til staðar eins og ég var fyrir heilsugæsluna. Ég myndi sem sagt sjá í samstarfi við heilsugæsluna að uppfæra nýjustu upplýsingar, fræða nýja hjúkrunarfræðinga og ljósmæður og að því ég er að halda mig við þá er ég alltaf með nýjustu upplýsingar í þessum málaflokki. Þannig að eins og ég var að gera og þetta var mjög gott fyrirkomulag, það voru allir með á nótunum og þetta er eitt. Síðan höfum við aðeins verið að spjalla það hvort að við getum tekið tæknina betur og nota hana betur að þegar að foreldrar að koma á heilsugæsluna að þá ekki bara segja að maður fara á heilsuveru.is heldur fylgja samtalinu kominu eftir, þetta er gert í mörgum landum, að þá færðu SMS, þú færðu líka tölvupóst og svo er þér afhent blað, þar sem að þú ert mynd á sem sagt það að þú þarft kannski að fara inn á netið, kíkja og skoða þetta og lesa þetta betur. Og við erum jafnvel líka að spá í það að það gæti verið athyglisvert að taka bráðamóttökuna inn í þetta. Vegna þess að það er vitað að ef að notuð er rétt og vingjarnleg aðferð að foreldrum og forræðarmönnum barna þegar að börnin hafa verið að slasa sig eitthvað minniháttar án þess að þeir fái sektarkennd að þeir eru mjög móttækilegir í bráðamóttökunni. Það er til dæmis hús í Austurríki sem að ég tók þátt í að koma á koppinn, þeir kópuruðu íslenska húsið og þeir eru búin að taka það lengra, við erum í góðu samstarfi og þeir einmitt gera þetta. Þeir eru komnir í samstarfi við bráðamóttökuna og barnaspítalann sinn og þetta hefur skilað miklum árangri að fólk er meðtækilegt þarna án þess að við gefum því sektarkennd og þeir eru alveg að sjá sem sagt, að þetta hefur hjálpað. Og við erum svona svolítið að spá í hvort að við getum farið þessa leið líka hér og það er smá stýrihópur í gangi, hann er óformlegur og við erum svona undirbúið þetta núna þessa dagana að fara á fund heilbrigðisráðherra og vita hvernig þeim líst á þetta. En svo er bara náttúrulega búið að gefa það út að það verður ekki sett neitt fé í ný verkefni nema þau séu tekin annar staðar. Þá vil ég stinga upp á því að það verði byrjað að hreinsa út á stofnunum og ráðuneytum því það er allt og mikið að starfsfólki. Gerir það stundum svona gamni mínu að fara inn á heimasíður sambærilega stofnuna á Norðurlöndum og það er tvennt ólíkt. En þetta er svona hljómar eins og þú ert að lýsa þessu að þetta hljómar bara alls ekki, þetta er ekki dýrt. Alls ekki. Þetta kostar ekki neitt. Þannig að það er einhver annar og finnst þér það vera meira hjá stjórnvöldum, ekki bara hér á landi heldur annars staðar, eða finnur þú líka eitthvað bakslag hjá foreldrum? Er þetta eitthvað svona hugafar eins og þegar þú ert að tala við foreldra? Nei. Ef einhver tímann foreldrar hafa verið móttækilegir þá er það núna. Það er mjög gaman að fylgjast með því vegna þess að ég náttúrulega þegar ég byrja þá er ég að tala við kynslóð sem eru afar ömur í dag, sem að fékk ekki þessa fræðslu og kannski skildan ekki. Og það var ekki af því að þetta voru verri foreldrar. Bara þetta var almennur hugsunaháttur á Íslandi og það er svolítið merkilegt ef þú lest gamlar minningagreinar börn frá 1900 og eitthvað. Þá var alltaf Guð gaf og Guð tók. Þú veist, þá tengdi fólk þetta við eitthvað yfirnáttúrulegt og slys væri eitthvað sem væri ekki hægt að fyrirbyggja. Þannig að þarna 1980 þá náttúrulega eru
sko, heilbrigðiskerfin eða sem sagt, já, þeir sem að sinna forvörnum, þetta mest sko landlæknisembættin og forvörnaraðilar búnir að vera að skoða slys og búnir að komast að því að þetta ekkert flókið. Það eru ástæður fyrir því og ef við tökum bara börnin að því þetta missamt eftir aldursflokkum fólks, gamalt fólk það voru aðrar ástæður en með börnin þeim skortir þroska og getu til þess að skilja skynfærin að virka til þess að forða þeim hratt og örugglega frá einhverju hættu. Þessi þroski fyrst komin 12 ára og af því að barninu skortir að þroska þá getur það ekki lesið í umhverfi sitt, það getur það ekki fyrir ná vissum aldri og þá fyrst sem sagt fara þau að verja sig en því var alltaf haldið fram hérna og því ég fekk að heyra þetta mjög mikið sem sagt þegar ég byrjaði já en börn þurfa að læra af reynslu sinni bara mikið af þessum börnum sem voru að deyja hérna þau lærðu ekkert vegna þess að þau höfðu ekki þroska til þess maður lærir ekki að mistöku sínum og getur farið að nota rökhugsun til þess að verja sig að lendi ekki sama aðtökin aftur fyrir maður 8 ára. Þú kemur það, þú eiginlega lendir í því hlutverki, þú segir kannski sem þú ætlaðir ekki þegar þú varst hjúkrunarfræðingur á bráðamóttökunni að vera þessi svona sem alltaf að setja ofan í fólk eins og þú varst að gagnrýna það að barna, þeir sem var að gæta barnapíurnar væru of ung börn og þá fekkstu svona svör á móti sem sagt vísa til já, svona gerðu við þetta alltaf akkurat, og það fór bara vel akkur skildi þetta vera eitthvað verra núna en geturðu nefnt okkur einhver svið eða einhver slys sem að þú hefur svona þurft svolítið að minna mikið á og eru algeng eða ég veit ekki alveg hver spurningin en svona... Jú, þetta góð spurning hjá þér. Ég get alveg svarað þessu strax. Eitt af því þetta tengist reynda drukknunum en líka öðrum slysum þar sem börn voru að fá í steipustyrktar teina í gegnum líkamann á sér, voru bara eins og kjöt á grillteini. Það var alveg gífurlega mikið af slysum alvarlegum og drukknunum í húsagrönnum á árum áður og þetta var svakalegt baráttumál því þú varst að eiga við verktaka og það var gert grína manni ég lögði einelti þú veist, mér var hótað lífláti að vera að skipta mér af þessu ég ætti nú bara að vera að gera eitthvað annað þangað til að menn fóru að átta sig á því að þeir þurft að gera það í kringum þetta og ég var svo heppin að þáverandi ráðherra sem hafði með byggingamál að gera það var í 1995 eða 6 minni mig, hann bauð mér að koma í þennan reglugerðahóp þannig að ég hef 3 sinnum komið að því að endurskoða byggingareglugerðina og í fyrsta skipti þarna þá var það í fyrsta skipti á Íslandi sem að tekið var mið af börnum í henni bara til dæmis það hvað má gluggi geta opnast mikið svo að börn detti ekki út hann þú veist að það verður að girða kringum byggingasvæði svo að börn detti ekki hann í grunna vegna þess að hér voru börn að drukkna í húsagrunnum og svo þetta að slasa sig þau voru að detta á milli hæða eða bara fá steipustyrkta járn í gegnum líkamann á sér þannig að þetta eitt og Svo var maður eftir traktorslýsum svolítið mikið? Já, það var svolítið byrjað áður en að ég svona eiginlega kem ekki mikið inn í það. Það að gerast mikið umræðan og verða þarna hræðileg slys rétt áður en að ég byrja í slysvörni. Ég var enn að vinna upp á spítala þegar það gerðist. Og það voru hræðileg atvik. En þá var það sem sagt gamla slysavarnafélagið sem fór í þetta verkefni með vinnueftirlitinu og þeir lyftu grettistaki að fá þarna drifskaftshlífarnar á traktorana. En getur verið að þetta sé eitthvað svona viðkvæmt að því að einmitt ekki kannski, þú ert að segja að þetta sé kannski ekki endilega einhver pólitíka hugmyndafræði heldur svona mannlega sálfræðilegt að þessi ótti við að sé verið að kenna einhverjum Já, það er það. Það er það að þú veist að vill ekkert foreldri fá að heyra það að hefði ég gert þetta svona eða hinsegin þá hefði ekki farið svona illa. Það er nóg samt, það er nóg refsing samt að eitthvað komi fyrir barnið manns og maður skilur það alveg. En
Það var bara betra að segja Guð gaf og Guð tók. Já, þetta var náttúrulega bara í gamla daga, þá var þetta bara mjög sem sagt algeng skýringa því menn skildu heldur þetta ekki ef að þú og ég hefum farið einhvers staðar á hættulegt svæði og ég slasa mig en ekki þú, þá var líka þetta í rauninni sko þá tengdi fólk þetta nei, ef þetta er svona hættulegt þá er það báðar átt að slasa sig, en þetta er ekki svona, þetta er flókin röð atvika eins og ég held að allir séu búin að læra núna og ég segi alltaf og nota það eða hef notað þegar ég hef lent í erfileikum. Horfðu bara nokkra 20 ár aftur í tíman og sjáðu hvað mikið af sjóslysum. Það er bara ekki neitt núna. Þú veist, þannig komin sko góðar veðurfarsupplýsingar, skipin er orðin betri, vinna einstaklinga borð, hún er orðin miklu öruggari, þú veist, þeir eru í líflínum með hjálma og þetta er þrotlaus vinna hjá fljótslysa rannsakendum. Þetta er þrotlaus vinna og þess vegna er það svo kjánalegt að það sé enginn sem að hafi það hlutverk að þú veist að vera ráðgefandi fyrir stofnanir hér eða hafa það hlutverk að vinna við þetta og allt sem að ég hrindi í framkvæmt að þetta er orðið mjög úrelt og það þarf að endurskoða mjög mikið af þessu og mér finnst eiginlega mjög leiðilegt að hugsa til þess ef allt fyrir að fara á sko verri veg aftur af því að það þurft að berjast svo óskaplega mikið fyrir því að fá þessa hluti á þann stall sem þeir eru í dag. Eins og til dæmis að setja verktökum þessar reglur, búa til reglugerðir í kringum framkvæmdir, byggingaframkvæmdir. Og svo er náttúrulega eitt staðsti málaflokkurinn sem mér finnst og ég náði ekki að klára hann og það var mjög erfitt og ég mætti bara engu skilningsleysi. Ég talaði við dómsmálaráðherra og fleiri sýslumenn og aðra að í dag þá er slysarannsóknarnefnd fyrir umferðarslys, sjóslys og flugslys en það er engin rannsóknarnefnd fyrir alvarleg slys og það sem mér finnst sorglegast að því ég hef verið í mjög miklu og góðu sambandi við foreldra gegnum tíðina og meira að segja eftir að ég var ekki lengur starfandi á launum við þetta starf að þá er ég enn að hjálpa foreldrum sem hafa lent í því að börnið er að stórslasast einhvers staðar og það er brotið á þeim vegna þess að sko kerfið okkar er ekki nógu skýrt að því leiti til að í rauninni ætti það að vera þannig að ef að barn slasa sig mjög alvarlega eins og segjum bara drukknar í sundlaug að þá eiga foreldrarnir ekki að þurfa að fara í einkamál gegn þessu sveitafélagi eða rekstraraðila þess sem að rekur sundlaugina. Þetta bara sjálfkrafa fara í gang rannsókn sem á að leiða til einhvers. Það verður sko að sækja fólk til saka og þetta er allt svo veikt eitthvað og jafnræðisreglan og allt þetta myndi aldrei gerast annar staðar, það er alltaf rannsakað og það er niðurstaða, það er svo ákæruvaldsins að taka þessi gögn til þess erðað og fara áfram með það og það er þetta sem ég finnst svo sorglegt vegna þess að ég er búin að vera í góðu sambandi við þessa foreldra og hjálpa þeim og þeir eiga bara ekkert eftir af því þeir eru að sinna veiku barni sem liggur inn á sjúkrahúsi í marga mánuði svo kemur endurhæfing og þú veist, þú átt ekkert eftir inni. Þannig að þetta verður sko eins og þeirra engamál og sökin jáfnvel á þeim líka. Algjörlega. Og eins og þú ert að segja, auðvitað hver og einn ber sín ábyrgð en okkar sem samfélags er mikil ábyrgð á höndum að raunverulega að tryggja þessar reglugerðir sem eru bara hafa sannað sig að minkaslys bara svona töluverð. Já, og allar hafa það refsiákvæði, en það er svo veikt og þetta er til dæmis nú er fólk að lendi því að það er, sko, þarf að bíða ef það hefur keyrt á einhvern og hann hefur látist eða stórslasast eftir rannsóknum og hvort að þetta verði refsivert athæfi og hvað muni gerast í framhaldinu sem er náttúrulega mikið álag fyrir ökumannin líka, en hver er munurinn? Þú veist, ef ég er að vinna í sundlaug og það er allt í kalda kolum í sundlauginni, ég er ekki að uppfylla tæknilega atriði sem ég þarf að hafa til þess að hjálpa mér með gæsluna, lýsingu, myndavélar og svo er ég bara eitthvað að fylgjast með myndavélunum. Skilur, hver er munurinn? En er ekki eitthvað svona sem að
maður getur talað eins og falskt öryggi sem myndast þegar við erum með svona einhverjar myndavélar og við erum með að við höldum búum í samfélagi sem svo vel upplýst einhvern veginn og séum rík þjóð og svo náttúrulega bara talað þetta bakslag í svo mörgum réttindamálum að það er eins og við höfum svona sofið á verðinum og höldum að við búum í öruggara samfélagi. Á það líka við öryggisvarnir barna? Já, það alveg rétt að foreldrar verða oft alveg óbáslega hissa þegar þeir lendi einhverju og fara að spyrja mig og hvað á ég að gera og hvert get ég leitað og allt þetta. Þá segi ég hélt bara að þetta væri allt í lagi. Það bara kannski áttaði sig á því að hlutirni voru ekki svona og þarna kannski erum við svolítið komin að þessu að því að nú hef ég búið í Danmörku og Danir eru langt frá því að vera lígiglað. Ég veit ekki hvað þessi setning er komin núna og engin rökasteyðjast. Ég hvergi unnið í strangara og betur skipulaðu umhverfi í heilbrigðiskerfinu heldur en þar og vann ég nú lengi í Bretlandi líka. Akkurat þetta að sko, fólk skipti sér ekki af, það kynni sér ekki málin. Og Danir þeir bara koma og segja þetta á að vera svona, ég er búin að kynna mig það og ég set ekkert barnið mitt þarna fyrir ég veit að þetta í lagi. Kannski þetta af því Danir hafa meiri tíma, það ekki eins mikið álag í samfélaginu eins og hérna. Hér erum við bara alltaf að reyna að komast í gegnum daginn og þakkum Guði fyrir það. Ég veit ekki hvað þetta er, ég held að þurfa að breyta þessu svolítið, ég held að við þurfum að vera aðeins svona gagnrýnni á uppbyggilegan hátt. Mér svolítið svona merkilegt að kom held í fyrra kom svona bylgja af umræðu sem átti sjálfast rétt á sér en ofurmæðrun og hvað þetta helikopterforeldra, foreldra sem eru of mikið og sjálfsagt allt gott en og svo eru ofgreiningar og það og mér finnst einhvern veginn Íslendingar svo gjarnir á að grípa svona gagnrýni og réttlæta raunverulega ákveð kæruleysi og þetta svona rómantíka bara að börnin eigi að vera bara sjálf ala leikandi sér í húsagrunum það sé bara þú sjarmerandi að því svona var þetta alltaf svona. Þarna þetta góður punktur. Þarna náttúrulega millivegur. Það eins og ég segi þegar að ég að kenna, við kennum mikið erlendis líka að þegar að menn verða svona og svona fá þessi svona viðbröð og verða kannski smá smekir í smá stund að þá segi ég þetta snýst ekki það að barnið með ekki klifur upp í tréð þetta snýst það að barninu sé ekki lyft upp í tréð vegna að því lyft upp og það kennst ekki ákvað sjálf þá er náttúrulega bara einlega niður það dettur eða líka að kenna barninu svona grundvallar atriði hvernig þau að höndla umhverfið sitt það er gengið og langt varðandi þetta með það sem þú kallar þyrluforeldra við viljum ekki fara þangað það er alveg nokkuð ljóst og það eru mörg lönd að glíma við þetta því að það eru bara aðrar hættu sem steðja af börnunum þannig að þau get ekki leyftum að vera út að leika sér og það er skelfilegt við erum þó ekki komið þangað hér. Nei, en það má bæta upplýsingarnar og meðvitundina sem sagt hvað allavega sem að við persónulega getum gert og þá hvað okkar stjórnvöld og kerfi geta þá væntanlega gert til þess að hjálpa foreldrum, er það ekki, og börnum þá til þess að við búum við eitthvað öryggi en ekki bara þetta falska öryggi sem við höldum að sérli staðar. Já, það er alveg rétt og ég vona bara að stjórnvöld hafi sem sagt skilji það að þetta er nauðsynlegur málaflokkur og það er líka sorglegt til þess að vita að ég er nú orðin svona sem sagt komin á efri ár og hafandi alla þessa þekkingu að það skuli ekki skapast fjárhagslegt tækifæri þú veist til þess að leyfa mér að sinna þessu málaflokki og svona taka líka stöðuna á því sem búið var að vinna, hvort að þurfa að endurskoða eitthvað, var það eitthvað útundan í því verkefni sem við þurfum að taka á núna eins og kannski þetta sem að segja með slysarannsóknirnar og annað koma því í lag, þetta er svo lítið mál sem bara eftirfylgni, eða svo miklu púður í þetta akkurat, og veistu hvað það var gert fyrir ekkert fé, það eina fé sem ég hafði til þess voru launin mín það þurfti ekkert meira alveg gígantist fé, það þurfti bara að vinna mikið og ég gerði það þannig að við erum ekki að tala einhverja rosalega mikla peninga og að það sé fundin einstaklingur sem viljugur
síðan að koma í þjálfun og taka við. Af því að ég held þetta verði nefnilega svoleiðis, ef það verður ekkert gert núna, þá líða svona 10-15 ár, þá átta menn sig á því hvað ástandið er orðið skelfilegt, af því allt er farið í kalda kol og þá verður hlaupið upp til hand og fóta til þess að byrja verkefni og þá ég kannski bara dauð, þannig að þá það sá aðili að hann þarf að byrja upp á nýtt. Já, það er alltaf gerist oft, það verður svona þekkingarof algjörlega einhvern veginn og verður ekki þessi samfella í þekkingunum alltaf ofbáðslega sorglegt og dýrt og sérstaklega að því maður hefur heyrt hvað þetta er ánægilega og skemmtilegt að vera í þessari samræðu við þig, það sem að ég og mjög eftirsótt og bara einmitt komast færra að en vilja í hvað heitir það aftur sem að... Það miðstöð slysavarna barna og það bara sem sagt auglýst þar inn í námskeið og þetta fyrst og fremst gagnast þetta námskeið foreldrum sem eiga von á barni af því að kennslan uppbyggð þannig og þeir sem eru nýbúin að eignast barn. En foreldrar alveg að koma sem sagt, þó að barnið sé orðið nokkra mánaða og það allt í lagi en það gagnlegra fyrir þau að koma fyrir fæðinguna. Þetta kostar ekki neitt, þetta frítt og þau fara bara þarna inn og skrá sig og þetta alltaf í gangi og ég svolítið líka að leggja áherslu á eitt sem að ég hef lært af foreldrum því að þó ég tali mikið þá hlusta ég mjög vel og það að foreldrar kvarta svolítið undan því að afinn og amman séu ekki alveg með nýjustu upplýsingar og þessir einstaklingar þeir verða oft svona svolítið ákafir og kappsfullir í sínu hlutverki sem afi og amma og reyna að miðla þú veist og segja nei þetta á að gera þetta svona og hins egin og þetta mjög slæmt vegna þess að þessar upplýsingar eru langflestar sko allt og gamlar og það til dæmis eins og núna sem mest á svona hvað segir maður, rifrildið eða það sem maður verið að takast á á heimilum það þetta með útisvefnin af því að það eru nýjar rannsóknir sem sýna það og við ákváðum að fylgja eftir leiðbeiningu frá Bandaríkjunum að það ekki gott fyrir börn fyrsta árið að fara í svokallaðan djúpsvefn. Þetta svolítið erfitt að útskýra þetta, ég skal reyna að gera það á einfaldan hátt að sem sagt á hverju ári, ef við tökum bara Ísland, að þá fæðist ákveðin prósenta barna, hún lág sem að eru með svona defekt í heilanum að því leiti til að það sem stjórnar sem sagt önduninni ekki alveg þroskað og þess vegna þarf að passa þessi börn sérstaklega vel í öllu þar sem þau sofa og hvernig þau sofa og svo erum við með sem sagt önnur börn sem að eru með hitamiðstöðuna sem að regulerar hitastíði í líkamannum þú veist ef okkur verður heitt þá bara svitnum við og förum úr jakkanum eða okkur kalt en þetta svolítið svona ábótavant hjá þessum litlu börnum og sem betur fer þá þroskast þau frá þessu þannig að maður talar svona það að öll hætta sér liðin hjá 1 árs og eitt af því sem að valda djúpsvefni þar sem erfitt að fá barnið til þess að rumska þau sofa rosalega vel það þegar við setjum þau út í barnavagn og látum þau sofa og það stendur skýrt í leiðbeiningu sem koma með barnavagnum að þetta ekki öruggt svefnumhverfi af því að það eru bara þrenskona búnaður sem stenst þær kröfur í dag af því að til dæmis ungbarnarúmið og vaggan og ferðarúmið, það þarf að dýnan í þessum rúmum þarf að vera öndunarprófið því ef að barnið snýr sér yfir á magan og þá grefst andlitið ofan í dýnuna þá getur barnið kafnað ef að dýnan ekki örugg og þetta ein af ástæðanum fyrir því að þau eiga til dæmis ekki að sofa upp í okkar rúmi af því rúmin okkar eru dauðagildur bæði dýnan hættuleg, svo erum við með svo stóru kotta og sængur og barnið geta bara kafnað í þessu þannig að komandi aftur á barnavagninum að þetta ofboðslega erfitt að fá eldri kynslóð til að skilja þetta vegna þess að þetta var gífurlegt heilbrigðisráð sem að bjargaði tugi barna hérna á Íslandi aldamótin 1800 og 1900 þá náttúrulega húktu börnin í baðstofunum með gamla fólkinu litu aldrei dagsins ljós að því foreldrarnir voru vinnandi út á engjum eða í fiski einhverstaðar og barnið var bara geymt inni hjá gamalmenninu og loftið sem sagt var mjög óhollt í þessum gömlu húsum það var mikið af myglusveppi og svo var náttúrulega bara reykeitrun
Og þarna kom alveg frábært heilbrigðisráð frá fyrsta mennta heilsufræðingslækni okkar og þetta var mjög útbreitt á Norðurlandi bara því að híbýlimanna voru verið þar og þetta bjargaði mörgum börnum en svo var þetta bara tekið endalaust áfram að því að móðir fræðir dóttur eða son og það enginn sem að þorir að rjúfa þetta því þetta er orðið hluti sko DNA-in í okkur. Já. Og þetta svolítið erfitt að tala þetta og þarna sem sagt, þannig að ég tók upp á því að bjóða afanum og ömmun að koma líka og þetta hefur verið mjög vinsælt og fólk bara lýsir því í lok námskeiðsins að þetta sé stórgott að hafa mætt og nú skiljiðu betur ungviðið og hvað verið að reyna að segja og flestir sem koma sem eru afar og ömmur þeir segja mikið lifandi skelfing vildi ég að ég hefði geta fengið þetta námskeið þegar ég átti von á barni. Þannig að þakklætið mjög mikið en þarna hlustaði ég á foreldra og reyna svona að gera þeim lífið aðeins léttara með þessu að menn sé ekki að takast á þetta. Þarna þarf að uppfæra þekkinguna svona og bara hafa gaman að því einhvern veginn í samræðinu og kynslóðina saman. Já. En þú manst gullöldina í öryggismálum og þú hefur líka upplifað og tókst þátt í náttúrulega að skapa þennan gullaldartíma og þú manst líka þess sagt því miður núna hnignunina í öryggismálum og ferð á fund ráða manna og kvenna núna bráðum og ég vona svo sannarlega að þessi þekking mun ekki glatast á Íslandi og munum við haldast Herdís Storgård, hjúkrunarfræðingur og brautryðjandi í öryggismálum barna og hvað í hópi 200 helstu sérfræðinga öryggismála í heims. Kæra þakki fyrir að koma Rauðaborðinu og uppfræða okkur. Vonum að bara uppfræðslan haldi áfram. Bestu þakkir fyrir að bjóða mér hingað. Takk fyrir. Takk og hlustendum og áhorfendum þakka ég fyrir að hlusta okkur og minni á að þetta heitir Miðstöð Slysavarna. Miðstöð Slysavarna barna á netinu við förum í frímínútur og höldum svo áfram að ræða málin við Rauðaborðið. Takk. Allt það besta ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það betra. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman.